Velkomin í kvöldkaffi hérna á N4. Í kvöld ég komin með góða gesti, alla leið frá Húnaþingi vestra. Það hún Ingibjörg og Kalli. Þau ætla að segja mér aðeins frá svona menningarlífinu þarna í Húnaþingi. Velkomin. Takk fyrir það. Takk fyrir. Hvað þið með í bollanum? Kaffi. Te. Drekkur ekki kaffi? Já, hann sagði sig frá því. Ég var svona 9 til 10 ára, þá átti ég sem sagt afabróðir minn bjó hjá okkur. Já. Og hann fekk sér alltaf kaffi og hann setti örugglega svona 1/3 af sykri með. Úff. Og ég fór bara af eftir honum og drakk þá kaffi alveg í einhver 2-3 ár sem krakki. Og með þennan sykur allan sko. Því þess vegna fannst mér nú kaffi gott. Já, einmitt. Svo því hann bara orðinn 11-12 þá segi ég við mömmu mína bara, já mamma, nú ég hætt að drekka kaffi. Og ég hef bara verið í tíðinu síðan. Ætli þú hafi verið kannski bara yngsta manneskjan til þess að taka ákvörðun að hætta að drekka kaffi? Já, maður spyrir sig því sko. Það má endilega samband ef einhver var yngri, heldur en 11, var ekki 11? Jú, eitthvað svoleiðis. Já, ok. En mér finnst alltaf sko kaffi súkkulaði og allt með smá kaffi bara finnst mér mjög gott sko. Já. En ég hef aldrei getað drukkið kaffi samt sko. Nei. Nema með sykri. Nema með sykri, akkurat. Og mikið af honum. Og mikið af honum. Já. Heyrðu, sko, menningarlífið í Húnaþingi vestra, það hefur verið mjög gott, en svo kom náttúrulega COVID, eins og hjá öllum öðrum. En nú svona aðeins farið að glæða þetta lífi aftur. Segðu mér aðeins frá því sem á döfinni. Já, þetta svona aðeins að byrja. Við erum aðeins að svona loksins að komast í gang aftur. Já. Við erum að svona, það má fara að gera eitthvað, nú var það þannig. Við erum að byrja að koma að leiksýningum á gang aftur. Við erum að byrja að æfa, ég erum að æfa núna sem sagt Pétur Pan. Fyrir jólasýningar í desember. Magna. Og þannig að það er verið svona, við erum að koma sér í gang og svona alltaf byrja. Við vorum þarna með, já svona, það er mikið kóralíf og mikið gangi. Já, það er mjög svona auðugt tónlistarlíf hjá okkur. Já. Myndi ég segja. Já. Ég meina eins og leiksýningarnar ykkar hafa náttúrulega verið mjög svona tónlistarmiklar eins og Hárið, var það ekki? Jú, Hárið og það fór nú til dæmis í Þjóðleikhúsið, eða ekki? Jú, við náðum að koma í þangað. Það var fyrsta skipti sem að leiklokkurinn heima, sem náttúrulega voru hérna áður fyrir 2 talsins, en sameinuðust 2018 í 1 flokk, sem sagt leiklokkurinn Húnaþings vestra. Já. Fyrsta skipti sem að fer frá Húnaþingi vestra og það var bara mikið ævintýri. Já, ég trúi því. Voru þið með í því? Já. Já, við erum bæði með. Ég er einn af þeim fáið sem er ekki mjög góður í að vera með tónlistina, en ég er bara í öðru. Já. Það er einhver síðan því. Það er einhver síðan öðru líka. Það er bara gott. En hvað ert þú þá að gera aðalega, eða þú ert ekki í tónlistinni? Ég er bara meira í tæknimálunum. Þú ert í tæknimálunum? Reyna aðstofa það. Ok, minna á sviðinu og meira baksviðs? Já, það verður einhver að vera þar. Það verður einhver að vera þar, svo hinir getur staðið á sviðinu? Já, það er svoleiðis. Það má nú líka oft langt fram á kvöld. Þeir eru það, tæknimennir. Þeir eru redda öllu svona síðustu vikurnar, dagana. Þannig að þetta er ekki síður vinna hjá þeim. Nei, almáttur. En þú ert svona reddari? Já, einn af mörgum sko. Þetta er bara þannig. Í svona samfélagi eins og Húnaþingi vestra, þá eru bara vön í að gera hlutina saman. Já. Og það er þetta bara að hjálpast til. Við erum heppin, við erum með svo mikið af bara hæfileikaríku fólki. Og þetta voru alls, hérna í Hárinu voru við 42 talsins. Vá. Þetta voru sem sagt 7 aðaleikarar og 1 söngvarar og svo voru 15 manns í kór. Og þeir sem voru í kórnum, þeir tóku náttúrulega líka nokkuð lög í einsöng, þá til dæmis eins og 3 voru að syngja saman. Þannig að maður reyndi að dreifa svo alveg yfir á sem flesta, svo allir fengi að taka þátt. Já, allir eru alveg æstir í að fá að syngja upp á sviði. Já, það var, sko, ég viðurkenni það alveg, þegar sko 2016 þegar við settum Superstar, þegar ég fór að tala við fólki í kringum mig, það var ekki mikið bjartsýni, maður þurfti aðeins að sparka í rassinn á þeim, segja þetta væri alveg hægt og þau gætu alveg sungið og þau myndi að hafa gaman að því. Og svo náttúrulega var hljóðið allt annað þegar að koma að Hárinu, þá vissu þau alveg gætu þetta. Já. Og það er eiginlega eins núna, þetta er svona gaman að það bætist alltaf einhver nýr við, en svona í grunninn er þetta voða mikið saman fólki sem er náttúrulega frábært, þau náttúrulega með mikla reynslu. En núna ætlið þið nefnilega einmitt að leggja í annan söngleik. Já. Og þið ætlið ekki að fá hann lánaðan einhvers staðar, þið ætlið að búa hann til, er ekki rétt fyrir mér? Já, eða Ármann Guðmundsson ætlar að og er að semja handrit fyrir okkur. Já, Ármann sem er Ljóti hálfvitanum, akkurat, já. Ok, magna. Og hann er semst að skrifa fyrir ykkur núna söngleik? Já, hann skrifa núna handritið og hann síðan verður líka leikstjóri fyrir okkur. Ok, spennandi.
Og hvað verður þessi söngleikur og hvað heitir? Við bíðum spennt eftir því. Hann alltaf fékk kannski svolítið erfitt hlutverk. Hann fær þarna 16 lög eftir Gunnar Þórðarson. Með alls konar textum. En hann leiti yfir lögin og hann meira sér bara bætti einu við. Hann tók ekkert út. Ég skil. Hann hefur kannski strax séð. Já, virðist vera. Við erum allavega mjög spennt, bíðum spennt eftir handritinu, sko. Já, hvenær er deadline? Það var 1. nóvember. Spennandi. Þetta verður bara spennandi verkefni. Það er páskarnir. Við erum að gera það, stefnum alltaf að þriðja hvert ár séum að setja upp söngleikum páska. Já, þriðja hvert ár söngleikum páska. Já, það er það sem við reynum að framkvæma, en auðvitað fer það auðvitað eftir bara fólki, sko. Já. Ef við fáum ekki mannskap, þá er þetta ekki hægt, en við erum með engar ágjur af því. Fólk er tilbúið til að taka þátt í verkefnum. Líka fínt að hafa 3 ár á milli. Þá er fólk búið að bara, maður segja, jafna sig. Já. En bara á spenningurinn aftur komin, sko. Já, allir estri að fá að syngja aftur og leika. Já, svo er þetta líka að það mátti ekki vera heldur, sko, sem er ómikið. Þetta er náttúrulega, við erum bara 1200 manna samfélag, þannig að það mátti ekki, þú gerir ekkert allt, sko. Þú verður að skipta þessu einhvern veginn niður og En þið voru að segja mér að nú til dæmis komið svolítið nýtt svona líf í menningafélagið ykkar, menningafélagið Húnavallaþings vestra. Já. Hvað er á döfinni þar? Já, döfinni, þeir allavega hafa á svona kannski, hvað segir maður, svona að reyna að koma að meiri menningu, fjölbreyttari menningu. Við stöðum þeir svolítið kannski, við erum svolítið í söng og leiklist og svoleiðis, þeir vilja kannski fá að svona reyna að koma inn þá meira myndmennt og fleira. Já, myndlistafólk jafnvel að koma með sýningar og svoleiðis. Þannig að það er svona verið að reyna að vekja það áhuga öðru. Já. Því að þetta er náttúrulega bara þannig fyrir svona samfélag menning, ef hún er ekki til staðar þá verður mjög lítið samfélag, sko. Þetta þarf bara, þannig að það er aldrei nógu mikið af menningu í rauninni. Nei. Er fólk alveg svona þyrst að fá eitthvað meiri menningu í gang núna eftir COVID eða? Mér langar samt að segja, mér finnst fólk vera orðið svolítið svona sátt með að vera bara heima og hafa það rólega, maður tekur svolítið á að fá þau aftur í gang, sko. Já. Ná aftur til fólksins, segi ég. En þið ætla ekkert að gefast upp? Þið ætla að rífa fólki út? Nei. Já, maður finnur það sjálfur, sko. Maður skilur það alveg, sko. Já. Maður finnur það sjálfur, sko. Það var voða gott að geta heima þessu kvöldi, sko. Það er voða náttúrulega, sko, en það er líka voða gott að fara hitta fólk, sko. Það gengur ákveðið langt að vera heima þessu kvöldi. Það hlýtur að þurfa að vera einhvers konar jafnvægi á þessu. Já. Kannski var þetta orðið of mikið, þannig að það er gott að hafa pásuna, en svo vill maður auðvitað fara aftur í sama farið og... Já. Hvað gerir þið svona fyrir utan að vera í menningarstarfsemi? Ég vinn hjá Kaupfélagi Vestur Húnavallaþinga. Hvað gerir þið þar? Það er ég á skrifstofunni. Og hvað gerir þið svona? Eru þið með búð eða? Já, við Kaupfélagi Vestur Húnavallaþinga rekur kjörbúð og pakkhús og byggingarvöruverslun. Á Hvammstanga? Á Hvammstanga. Og það eins og sagt það er eiginlega bara allt til þarna. Það er mjög gaman að koma þarna inn. Já. Og maður hefur heyrt einmitt fólk sem kemur að það fer stundum inn á Hvammstanga bara til að fara í kaupfélagið. Já, bara að skoða úrvalið. Því finnist svo mikið úrvali miðað við hvað þetta er lítil verslun í raun samt, sko. Geturðu sagt mér, hvað er svona óvenjulegasta sem þið eru með til sölu? Geturðu sagt mér það? Eitthvað svona sem eru iðulega ekki í búðum? Ég held að það er með spurningi, orðatiltæki, ef það er ekki til kaupfélaginu, það vantar það ekki, sko. Það er oft sagt. Það er svona svolítið það orðatiltæki, sko. Það er bara allt til. Það er bara allt til. Og ef það er ekki til, þá eru allir reiðbúnir í að tóka sér ekkert að fá það fyrir því. En ef mér vantar bara þvottavél eða eitthvað? Já, þá bara hringt suður og hún send. Þá er hún bara komin á morgun, sko. Það er svolítið þannig. Þetta er svona svolítið eins og þú hjá leikfélaginu, bara þið reddið þessu. Já, þetta er svolítið þannig, sko. Þeir koma, maður fær allt sem maður þarf að fá, sko. Það er svolítið þannig. Magnað. Það er mjög magnað. En þú, hvað gerir þú? Ég er oddviti í Húnavallaþingi vestra í svona aukastarfi og svo er ég símsmiður. Oddviti í aukastarfi? Er ekki svolítið mikið mál að vera oddviti? Jú, en auðvitað er maður ekki einn í þessu, sko. Við erum 7 í sveitarstjórn, þannig að samheldið sveitarstjórn, þannig að og með góða sveitarstjóra, þannig að þá þarf maður ekkert hafa miklu áhyggjur af því. Þá getur alveg tekið þetta svona hjá Já, þetta er bara þannig, í þessi minni sveitarfélögum, þá er þetta bara hlutastarf. Þá er þetta bara í rauninni ekki eins og metið sem starfi í sjálfum sér, sko. Nei. Þetta er bara þú borgar fyrir fundi og þóknun fyrir að vera til, sko.
Já, einmitt. Það svolítið það, sko. Lúxus. Já, það svolítið lúxus og þannig. En svo ég símsmiður að mennti og vinn samsagt við það. Símsmiður? Já. Ok, þú þarft að segja mér hvað það er. Símsmiður í rauninni, í dag þetta svona meira bara síðan fjarskiptamál. Ok. Ljósleiðari, já, bara einn allt sem við fjarskiptum. Það svona grunnurinn. Og hvað gerir þá, eða þú veist? Já, góð spurning, hvað ger ég þá? Það eiginlega meira, hvað ger ég ekki, sko? Það er bara allt sem bílar í rauninni. Leggja ljósleiðara, gefa við ljósleiðara. Já, sáum mikið að tengja náttúrulega gömlu símarýrundar sem eru svona að hverfa mikið. Já. En það hefur komið inn á hvert einasta heimili? Já, ég held að það séu mjög fá heimili sem ég ekki komið inn á. Á Norrlandi vestra líka? Já, ekki svo það. Allavega vestur-austur. Þannig að þú þekkir kannski meira og minna bara alla? Já, vinnusvæðið mitt má segja, í dag það Akureyri Norðurfjörður. Já, það er ansi mikið. Já, það er dálítið svona stórt. Þannig að þú kannski fengið ófá kaffibollana? Já, þeir eru kaffi gott, sko. Þannig ég orðið vann. Já, þú ert alveg til í þetta? Já. Gott. Með sykri kannski? Já, ég glemdi náttúrulega að bjóða sykur. Nei, kaffi. Bara kaffi, svart, sótsvart. Já. Mjög gott. Heyrðu, nú er bara komið að því að við þurfum að fara í auglýsingahlé og við bara fyllum aðeins á kaffibollana og sjáumst aftur eftir smá stund. Jæja, velkomin aftur að skjánum. Við erum að spjalla menningarlífið í Húnaþingi vestra. Hérna hjá mér Kalli og Ingibjörg í kvöldkaffi. Hvernig það svona hjá ykkur? Þið með eitthvað svona góða minningar kvöldkaffi, gamla daga? Var mikið kvöldkaffi á heimilinu? Góð spurning. Já. Nei, ég held ég ekki. Ég man að það var ekki svona sem kveikir neitt sérstaklega, sko. Nei? Nei. Ég man aðallega eftir á aðfangadagskvöld. Það var ekki nóg að maður borðaði matinn og eftirréttinn og nammið, heldur, eins og ég sagði það nátt í eldri frænda, það varð alltaf að vera kvöldkaffi líka fyrir hann, sko. Það var þá ekki fyrir en 11:30 og þetta þvílíka kræsingar á borðinu. Já, það er svoleiðis. Já, ég man maður bara, svona lítill krakki, maður var náttúrulega orðinn vel sattur, sko. Já. En svona almennt, nei, það man ekki mikið eftir. Það var engin tími. Það er engin tími það. Allan ekki í dag, það var kannski áður fyrr. Já, það getur verið. Já. Þetta er svona allavega í minningu er þetta alltaf eitthvað svona huggulegar stundir, spjallstundir. Já, ég hef ekki alveg tekinn það. Þetta er mjög gott svona kaffi, sko, að sitja niður að spjalla. Já. Það þarf kannski að finna sér bara tími í það. Já, kannski bara búa sér tími í það. Takk fyrir að gefa ykkur tíma í það allavega með mér. Hérna, hjá okkur núna erum við með svona, við köllum þetta svolítið svona notalega nóvember á N4. Þá erum við svolítið svona að reyna að hafa svolítið rólega stemningu í þáttunum okkar til þess að hjálpa fólki að efla núvitundina og svona hlaða sig fyrir hinn erfiða desember. Bæði er brjálað að gera hjá okkur í desember og öllum öðrum líka. Eru þið með eitthvað svona sérstakt sem þið gerir svona til að slaka á hann í Húnaþingi vestra? Eða getið svarað fyrir Já, ég meina það, allavega fyrir mig þá er þetta aðalega bara að njóta, sko. Já, hvernig verður maður að því? Já, það er bara að gefa sér tíma að vera búin allir tímalega fyrir jól, sko. Mér finnst það svona... Ertu góður í því? Já, ég held það. Ég reynir að eiga desember sem mest frían. Já. Er þetta bara ein ferð í kaupfélagið í nóvember og græja þetta? Já, nei, það er ekki alveg svo gott, en þetta er samt, þetta er bara hluti af þess að vera ekki að ætla sér of mikið, sko. Já, kannski spurning nægjusemi frekar. Já, ég held það nú, það sé nú hluti af þessu, sko. Já. Svo vera bara pínu skipulagður, byrja snemma og enda svo bara því með því að fara á Pétur Pan. Já, jólið, sko. Já, og svo bara leika sér barnabörnin, það er hluti af því, sko. Það er hluti af því, já. Eru þið byrjuð að undirbúa jólin eða? Búin að kaupa gjafir og svona? Nei, róleg, sko. Ekki alveg. Já, það er verið að gera fyrir mig jólagjafir. Ég þarf að flýta að sjá þetta. Konan sér bara mest þetta, en ég bara viðurkenna það. Það er bara þannig, fyrsta gjafirna sér hún og þannig að... Nú er sannleikurinn komin fram. Já, þess vegna er ekki svo rólegur yfir þessu, sko. Já, einmitt. Já, það er gott að hafa eitthvað nýjum sem hægt er að treysta. Já, það er nauðsynlegt. Alveg nauðsynlegt. En já, það er svona þegar skammdegið fer að færast svolítið yfir og allt í einu er maður farin að borða morgunmatinn í myrkri aftur og
finnst ykkur þetta huggulegt eða finnst ykkur þetta erfitt? Mér finnst þetta bara alveg, ég hef alltaf verið mikið fyrir myrkrið. Bara, veist, og hafa kveikt á kertum og vera ekki að vakna á mótnana með alveg birtuna beint framan í mig. Þetta já, ég kannski þetta ekki, maður heyrir þetta yfirleitt öfugt sko, ef að fólk almennt að tjá sig þetta. Já, einmitt. En mér finnst þetta bara, kósí, ég hugsa að sérst þú sem ekkert einum það sko. Nei, einmitt. Nei, þetta svolítið erfitt fyrst. Já. Það er venja að sagða, sérstaklega að fara í vinnuna á mótnana í myrkrið, en svo þetta voðanáttúrulegt sko. Já, þetta svo sem að vera að vöðnisviðna. Já, þetta bara hlutaði að vera til hérna sko. En mér finnst það voðanáttúrulegt sko. Já, en það sakar þá ekki, eða skaðar ekki að maður geti farið og sótt kannski einhverja menningarviðburði og hitt fólk og svona í skammdeginu. Nei, það er stór hluti af því, skilur við. Það er mjög stór hluti af því, aðeins að sýna sig og sjá aðra. Já, og veit að sjá að það menningarlífið fer í gang þegar það haustar, sko. Já, einmitt. Það er alltaf margt í gangi það eins og hérna, ég getum bara að tala eins og með Lomberklúbbinn sem er nú alltaf á veturnar. Já, býtum við, hvað er Lomber? Það er sem sagt í félagsheimilinu Ásbyrgi, þá koma alltaf saman sunnudagskvöldum að spila Lomber. Þetta eru svona 15-20 manns. Ok, ég veistu það, ég ætla bara að segja sannleikann og ég veit ekki hvað Lomber er. Lomber er, sko, ég verð að viðurkenna það, þó að pabbi minn og maðurinn minn sé miklu lomberspilar, þá kann ég þetta ekki. Nei, ok. En hérna, þetta er mikið af þessu heima og svo er mikið af þessu Austurlandi. Já. Fljótsdalshérað þar. Er þetta sko... Þetta er bara spil, bara bárspil, já. Já, með, þú veist, venjulegum spilum. Já, en það er tekið samt, held ég góðseti kóng út úr stokknum minnum mig. Já. Ég held ég sé að fara með það rétt. Ok. En meira kann ég ekki, sko. Nei, ok. Ég þarf að láta mann minn fara að kenna mér þetta. Já, og spilað upp á peninga, skilja. Já, svo er spilað upp á 1 krónur og 2 krónur og svo mann þegar pabbi kom að það. Fjárhættuspil, en það er mjög gömul hefð, sko. Ég skil, já. Ok, og það er mjög skemmtilegt og alveg hvað sagðirðu, 20 manns? Já. Ég held reyndar að maðurinn minn sé yngstur og hann er 40, sko. Þetta er svona í hærra lagi aldurinn. Ok. En væntanlega mjög skemmtilegu félagskap. Já, og þeir fara líka stundum sko út á Blönduós í Austur-Sýslum. Það er eitthvað að vera að spila þetta líka þar. Já, ok. Svona etja kappi við nágrannana. Spennandi. Já, menn finnir sér bara þá afþreyingu sem hentar, sko. Já. Það er þannig. En svo hérna eru þið nefnilega líka með svolítið óvenjulegt leikhús. Þeir eru með brúðuleikhús á Hvammstanga. Já. Það eru ekki mörg brúðuleikhús á Íslandi, er þetta ekki eina bara? Nei, þau eru 2 held ég held það séu 2. Ok. En þetta er náttúrulega bara mjög sérstætt að það skuli vera á Hvammstanga í rauninni. Og er alltaf að stækka, þau eru með sína brúðuleikhús hátíð. Já. Bara á eins, við erum með hana, vorum við núna í október þá voru þau með það í annað skiptið. Og þetta er alveg bara svona alþjóðlegu viðburður? Alþjóðlegu viðburður bara og voru að koma bara mjög þekktir listamenn þessum geira með sýningar. Vissulega ekki kannski besta árið að byrja á COVID-ári í fyrra en mátti fá að koma og allt það en það var bara mjög mikið breyting á núna strax. Já, þetta er alveg svona svolítið sérstakt listform sem er mjög áhugavert. Já, það er það. Og í rauninni fyrir börn er þetta náttúrulega algjör ævintýraheimur og fyrir okkur fullorðna er þetta líka ævintýraheimur. Þetta er náttúrulega ótrúlegt að sjá hvað þetta er að gera úr brúðum, sko. Já, einmitt. Og þetta er náttúrulega svakalegt samspil af líka bara sviðsmynd og tónlist. Þegar er hann ekki svolítið mikið að hjálpaði með tónlistina sem er með stúdíói út á Laugarbakka? Jú, hann Silli. Hann Silli, einmitt. Og það er náttúrulega alveg magnað framtak líka. Já. Hljóðver á Laugarbakka. Já, þetta er svona eitt af það sem lýsandi kannski fyrir með menningarlífið. Það er allt svona í gangi. En við eigum kannski svolítið erfitt með að koma því frá okkur hvað er verið að gera, skilur. Þetta er kannski það sem háir okkur oft. En nú eru þið búin að gera eitthvað ferð hingað? Já, við erum að reyna. Við erum alltaf að reyna að koma þessu framfæri. En þetta er samt sem að eins og þetta hljóðver er náttúrulega bara ótrúlega, allt í einu var það komið. Maður vissi ekkert af þessu fyrir maður fór bara í gamla íþróttasalinn sinni á Laugarbakka og svo var alltaf komið hljóðver inn í þetta líka. Já, magnað. Og hvað er hægt að gera þarna? Bara taka upp heila plötur og... Já. Þau breyttu húsvarðarherberginu. Bara í upptökuherbyggi. Í semst gamla íþróttahúsinu? Já.
þannig að og klædduð innan með bara timbri og ekki og einhverju. Jú, bara til að dempa niður hérna. Þetta er bara alvöru stúdíó og já, og þá erum við að tala sko eigendurinn á hótelinu, er það ekki? Já, Hildur Ýr og Örn. Og svo Silli náttúrulega búin að Sigurvaldi Ívar búin að vera heilmikið með þeim í þessu og hann sem sagt vinnur sem hljóðmaður. Og þarna er að koma hljómsveitir og einstaklingar og kórar líka. Já. Hentugt að hafa þetta svona á hóteli? Já, einmitt og kórar hafa verið að gera sér svona helgi. Með svona æfingabúðir og það hljómar mjög vel. Já, og þau einmitt fjárfestu þarna í Flygli til að geta haft allt til alls fyrir hópanum. Er þá líka hægt að halda tónleika þarna eða hvernig veit ég það? Já, það er rauninni allt hægt sko. Já, það er náttúrulega böll þarna. Já. Það er rauninni bara, hjá þeim er þetta bara fín viðbót inn í veturinn sko. Það sem er kannski minna en ferðamanninn, þá er þetta fín viðbót að geta boðið upp á þetta. Og hefur þetta bara verið að vinda upp á sig sko. Já, það er magnað. Sem er bara frábært sko. En það er spurning hvort að viti allir af þessu að þetta Ég held að þessi fara að breiðast svolítið út sko. Já, ok, það er gott. Þannig að ég veit það eru góða bókanir fyrir næsta vetur. Já. Þetta er náttúrulega ekki þannig sér langt frá til dæmis bænum. Fólk er ekkert lengi að komast frá Reykjavík á Laugarbakka. Nei, þetta er náttúrulega þannig að við erum sko, Húnavík-Vestri er ótrúlega vel í sveit sett sko. Já, reyndar, það er rétt. Við erum bara mitt á milli Reykjavík og Akureyrar. Þannig að það er í rauninni sama hvert við ert að fara. Það er fínt að bara stoppa þar og ef við þurfum að vinna eitthvað saman þá er þetta fínt að koma þangað og vinna það saman. Já. Geta verið á hótelherbergi og haft það gott sko. Já, sko nú er til dæmis bara frábær hugmynd fyrir sko vini sem búa á Akureyri og höfuðborgarsvæðinu að ákveða að hittast jólin á Pétur Pan. Með gistingu og Laugarbakka. Með gistingu og Laugarbakka. Ef menn vilja taka upp plötu í leiðinni þá gera það. Það var það fínt sko og svo erum við bara brúðarleikhús og við höfum alveg verið í samstarfi við hótelin og sjávarborgin með veitingastofur og kannstokka pakka sko. Já, það er mjög sniðugt. Þannig að fólk getur komið og bara svona farið pínu til útlanda. Já, ég held að eins og með hárið, þetta voru einhver 30 herbyggi sem þau fengu út af hárið. Já, frábært. Þá keyptu þessu bara bæði miða og gistingu yfir nótt. Og fólk getur farið að reikna með að það verði önnur eins veisla næstu páska. Mér finnst það bara mjög sniðug hugmynd. Já. Góðu pakki. Og það er í rauninni ekki komið þá nafn á leikritið ykkar ennþá? Jú, það er enda komið sko. Ok, máttu segja frá? Og það, já, ég sé mig í það nóli. Það er og það er nefnilega þetta eina lag sem hann ákvað að bæta við. Já. Sem sagt hann Ármann. Og það er sem sagt Himinn og jörð. Himinn og jörð, já, hérna, himinn. Já, himinn og jörð. Ég ætla ekki að fara að syngja hérna. Já, akkurát. Já. Og hann ákvað í leiðinni að hafa það sem titillag söngleiksins sko. Verður þetta eitthvað svona pælingar tilvist okkar og tilgang lífsins? Ég er mjög spennt að bíða eftir handið til sko. Það er eins og segi, þetta er alveg því líka. Þetta er búið að vera svona draumur undanfarna ára að gera þetta. Já, ég trúi því. Og er ekki allir spenntir að fá að taka þátt í leikfélaginu? Jú, ég held að það sé ekki spurning sko. Nei. Eru þið komið leikstjóra? Já, hann ætlar að leikstjóra sjálfur, þú sagði mér það áðan, já. Ok. Er hann eitthvað tengdur svæðinu eða? Nei, bara, slá 2 flugur í einu höggi. Já. Handrit og hann líka, ef ég man rétt, þá talaði hann sko, það sé ekki oft sem að hann semji handritið og leikstýri ekki. Já, ok. Honum finnst það kannski svolítið gott að vera bara með bæði hana. Já, allan finnst okkur það gott bara. Já, það er mjög þægilegt. Þegar hann þekkir inn á handritið og kemur þess svona ferskur inn með það sko. Já, frábært. En við hlökkum allan til að fylgjast með þessu hérna á N4. Þið fáið ekkert frið fyrir okkur. Nei, endilega fjallir þér nóg það. Já, og bara gangi ykkur vel að bara með þessa menningarviðburði ykkar og að koma fólki í skilning að þeir séu að halda menningarviðburði. Og ég bara hvet fólk til að fylgjast með því. Það er svo margt spennandi að gerast í menningarlífinu í Húnaþingi vestra. Tíminn verður ekki lengri hjá okkur núna, kaffitími búinn. En þakka ykkur kærlega fyrir að koma. Takk sömuleiðis. Þakka ykkur fyrir að horfa. Ég ætla að minna á að það er alltaf hægt að horfa þættin okkar á N4 safninu hjá Sjónvarpi Símans, á n4.is og á Facebook síðunni N4 Sjónvarp. Takk fyrir í kvöld.